Nú líður að viku hjúkrunar sem haldin ár hvert í kringum 12. maí, en 12. maí afmælisdagur Florence Nightingale. Í ár eru 200 ár liðin frá því hún fæddist, þannig að þetta svona ekstra hátíðlegt í ár. Og að því tilefni mæltist Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin til þess að þjóðir heims myndu svona viðurkenna sérstaklega framlag hjúkrunar og hjúkrunarfræðinga til heilbrigðiskerfa. Og þess vegna átti vika hjúkrunar í ár að sjálfsögðu að vera rosa svona flott og rosa stór og átti að vera svona sérstaklega svona íburðamikil af þessu tilefni. En svo kom COVID og við þurfum ekki lengur kannski svo mikið að sýna fram á mikilvægi hjúkrunar í samfélaginu af því það hafa vonandi allir orðið varir við hvað þessar stéttir hafa gegna gríðarlega veigamiklu hlutverki í öllu heilbrigðiskerfinu. Við munum halda vikuna þó það sé ekki viðeigandi að efna til stórra mannfagnaða, þá munum við halda hana en hafa hana miklu meira leyti rafrænt, sem verður kannski til þess að ennþá fleiri geta notið heldur en venjulega. Það verður hlaðvarp sem heitir Brautryðjendur í hjúkrun og mun leggja áherslu á að ræða við frumkvöðla í hjúkrun. Það verða ýmsir svona litlir viðburðir á Instagram sem munu koma betur í ljós í næstu viku. Það verður veggspjaldasýning þar sem að hjúkrunarfræðingar kynna veggspjöld sín og veggspjöldin verða til sýnis á Landspítala næstu 2 vikurnar. Og svo hvetjum við alla hjúkrunarfræðinga til að vera sýnilegir, til dæmis á samfélagsmiðlum og bara víðast hvar, taka af sér myndir, segja frá hvað þau eru að gera og svona kynna hjúkrun alveg sérstaklega í þessari viku. Og það verður rosa gaman ef við gætum verið með mjög ekstra sýnilegt þann 12. maí á afmælisdegi Florence Nightingale.